Já, góðan daginn. Hilmar Friðjónsson heiti ég og ég hef verið að taka myndir í Alku-stúdíónu Endurminds og nú bakgrunnurinn er orðinn dálítið lúinn og það er farið að trufla dálítið myndatökuna. En ég er með lítið trikk sem að ég get notað til að laga bakgrunnina aðeins og það tengist gervigreindin í Photoshop. Hér sérðu nokkra myndir sem ég hef búin að laga og þetta er svona thumbnails þannig að það sýnir kannski ekki all gæðin en hér sést hérna sem sagt að bakgrunninn er orðið nokkuð, ég er bara þokkalegur á þessum myndum. Hér er mynd þar sem að sést hvernig bakgrunninn er í raun og veru og ég ætla að taka þessa mynd hérna og ég ætla að laga þennan bakgrunn. Hér sést veggurinn sem að snýr að Víkingbrugg og það er gluggi hérna og það er búið að draga fyrir hann. Veggurinn er með leiðslum hérna og þannig að hann er ekki fallegur. Svo sést hérna í loftið og ég ætla að eyða því líka að gera það að bakgrunni, góðum bakgrunn. Og hér sést í smá horn og softboxi og ég ætla að nota gervigreind til að taka þetta í burtu og gera þetta að sama bakgrunni og þessi bakgrunn hér er. Nú það sést þessar sprungur í gólfinu og lita svona smudge eða hvað að kalla þetta og litlar svona rákir. Ég ætla að laga þetta. Förum þá í lasso tool og ég ætla að draga línu hérna. Ég ætla að smella hérna, halda músarhnattu niður, smella og fer síðan í kringum softboxið, fer hérna í loftið, dreg hérna meðfram loftinu og ég laga músina hérna því ég hef ekki nægt pláss hérna á borðinu, fer hérna síðan niður. Ef ég fer hérna hér óvart þá laga ég það bara með að fara hérna smá lykkju. Dreg hérna línu hérna niður. Þarf að laga músina. Plássið sem ég hef er lítið. Dreg hérna niður. Fer síðan upp. Ég held músarhnattinum ennþá niðri. Nú, já, mér tókst nú að velja þetta á þess að ætla það. Hér er sem sagt búið að velja svæði sem ég ætla að laga. Þá fer ég hérna í Generated Fill og ég skrifa setningu hérna sem ég er með í clipboardinu. Ég er búinn að kópera hana og ég ætla að pista hana hér. Þetta er setningi sem ég set inn í gervigreindina. Fill the space with the same white background. Hún áherslu að taka þennan sama bakgrunn sem er hér og setja henni inn í þetta svæði hér. Veljum Generate og hafði huga í gervigreindinni þá getur breytt promptinu eins og þú vilt en ég hafði að þetta vegna þess að ég vildi fá sama bakgrunn og er til staðar og hérna er hún búin að framkvæma aðgerðina. Það er smá dökkt hérna vinstra megin á myndinni. Þannig ég ætla að velja lasso toolið aftur. Veljum það aftur. Förum hérna inn. Gerum lítinn boga hérna í kring. Og ég ætla aftur. Já, fyrir ekki áður en ég geri þetta. Áður en ég geri þetta. Losnum þetta val. Þá ætla ég að sameina þessa layera hér. Hún bjó til nýjan layer utanum hérna gervigreindina, það sem hún var að gera og ég ætla að sameina þessa tvo layera gera það einum. Það þýðir að næsta aðgerð sem er nákvæmlega eins, ég ætla að velja hérna þetta svæði hér og þá er það valið. Veljum aftur sömu aðgerð. Fill the space with the same white background. Gervigreindin vinnur þetta
og hún býr líka til nýjan layer í þetta skipti. Og við skulum sjá hvernig þetta kemur út. Þetta skárra. En ég get haldið áfram og lagað ýmislegt með þessari aðgerð, en ég ætla að stoppa hér. Nú, til þess að laga rákirnar, þá finnst mér engin ástæða að nota gervigreindina. Ég fer bara í healing brush eða í lækningatækið. En áður ég nota það, ég get ekkert nota það. Það vegna þess að ég er staddur í layernum sem hún bjó til þegar hún var að laga bakgrunnin vinstra megin. Saminum þá þessa layera, ít og shift og vel hinna layerana, þannig að þeir eru báði valdir, ít að hægri hnappinn og merge layers. Þá var þetta orðið einu layer. Núna virkar healing brush. Þannig að nú fer ég yfir. Dreg yfir þessi rák. Þá hún farin, laga þetta. Hér eru nokkrar rákir sem eru minniháttar en eru svona að trufla mig aðeins. Og blettir í veggnum. Þetta er nú bara snyrting sem að oft þarf að gera. En allavega, þá er bakgrunninn orðinn þokkalegur. Og ég er bara nokkuð sátt við hann, þannig að ég vista bara þá þessa mynd og loka henni. Þetta var viðgerðin á þessari mynd. Takk fyrir.